Gott kvöld, góður áhörður og gleðilegt nýtt ár. Hjartalega velkomin að skjánum. Nú ætlum við að hefja vor tímabilið, round 1. Og við erum komin, hvað, er þetta ekki Króatíu eða eitthvað álíka? Dragon Trail fyrir fyrstu umferð á grúp 4. Ingi Þór heiti ég og í kvöld eins og vanalega er hann Danni hjá mér. Velkomin. Já, takk fyrir það og góða kvöldi, góðir áhorfendur. Gaman að vera komin inn aftur á nýju ári og eins og þú sagðir í Króatíu á Dragon Trail. Hér getur rignt þannig að það krossa allir fingur og vona eftir rigningu til að fá smá krydd í leikinn í kvöld. Já, við fengum aðeins að kynnast rigningunni í fyrstu keppninni á tímabilinu í opnundeildinni. Það var skemmtilegt twist. Já, akkurat. Það kom bara í tímatökum og þá einmitt leiðir okkur vel inn í eina af breytingunum eftir tímabilið að núna er endurræst lobby á undan tímatökum, ekki eftir tímatökur eins og var alltaf, þannig að keppendur geta alltaf séð fyrstu 10 mínúturnar af keppninni á skjánum hjá sig bara og plana dekkin accordingly ef það kemur rigning. Já, sem að gerir það verkum að það er pínu mikilvægt fyrir keppendur að mæta ekki mjög seint í lobby, því að ef þau mæta í lobby og það er rigning og þau setja regndekk á og keppnin byrjar, það er ekkert víst að hafi verið rigning á fyrstu ringjónum, fattar þú? Já, nákvæmlega. Nei, ég Já, það er náttúrulega að vísa þetta fyrir tímatökur. Sorry, já, nú er ég bara algjörlega að það kemur fyrir, það er alltaf læg. Brainfarta, auðvitað ekki að þetta er tímatökurnar. En þú veist náttúrulega á hvaða dekkjum átt að starta eftir tímatökur, þannig að menn ætti að vera meðvitaðir um það. En það voru samt einhvernir sem tókst að gera mistök í opnundeildinni. Af því ég held kannski að misskilningurinn hafi legið í því að menn halda kannski að veðrið haldi áfram en byrja ekki upp á nýtt, fattar þau. Þannig ef að tímatökur enda í rigningu, þá er ekki víst að keppnin byrjiða ef að tímatökurnar byrjiða það ekki, fattar þau. Þannig að það er kannski það sem að menn þurfa að hafa á hreinu til hvað dekkjum verið að starta. Því að menn hafa alveg oftar en einu sinni gert þessi mistök. Já, það er akkurat þannig og ég held að það hafi verið í opnundeildinni bara svona reynsluleysi sem er akkurat það sem var býstu að sjá í opnundeildinni. Að lendi því að halda áfram eða þá kannski einhverju heldu að reysið myndi í rauninni, rigningin kemur svo snemmótt því að þeir eru eftir að keyra á fullu í tímatökum og allt í einu kemur rigning á fjórða hring, það líður ekkert endilega eins og þú sért á fjórða hring Nei, ég veit það, já, en fjóri hringir á þurru á regndekjum er alveg hellingstap, þannig að, þú veist Spæni dekkinum uppskönda líka var maður að sjá suma sem að voru bara búnir með dekkin þegar að rigningin kom. Akkurat, en þetta er allt open sem möguleik í kvöld, rigning og það er alltaf gaman og ég man bara hreinlega ekki eftir jú, kannski fyrir mörgum árum síðan en það er rosalega langt síðan við höfum keppt á þessari braut. Ég bara man ekki eftir að hafa keppt á þessari braut yfir höfuð, allavega ekki í reverse layoutunni eins og þessi er. Nei. Við höfum náttúrulega tekið Dragon Trail Seaside, það er brautin sem er með Death Chicane-inu. Við höfum held ég einu sinni tekið þessa braut í hináttina, í rauninni réttsælisáttina. Já, sennilega var það svoleiðis. Ég vant að fíla þetta reverse layout að fara öfugt. Hún þessi brautin líka, hún er svolítið að þetta marga brautir að það er svo margar hraðar beygir sem við kemur inn í og maður þarf svo mikið að hugsa svona mid-corner speed hraða, þú veist, í miðri beygju, það missi ekki mikið hraða því að stundum maður bara að láta sér renna og eiginlega hægja á sér minna, eða þú veist, minna heldur en maður heldur kannski, vera vægar á bremsunum, þannig að það er svolítið svona öðruvísi dynamic í þessari braut heldur en mörgum öðrum brautum þar sem maður var að skella á bremsunar. Maður gerir það vissulega í þessari braut en ég er mjög gaman að þessari hlikkandi beygjum og þetta býður upp gott racing fyrir mér. Algjörlega, þessi braut leggst misvel í menn og það er mjög gaman að tala bara að sjá tíman sem að Óli er búinn að ná á æfingu. Já, þetta er náttúrulega sturglun. Ég náttúrulega á æðuminu ekki mjög mikið fyrir seinasta reis en ég datt inn í einhver lobby og þetta er held ég það hraðasta sem ég sé. Já, þetta er hraðasta tími sem ég hef séð, það er alveg á hreinu.
Þetta verður spennandi. Það er alltaf gaman að koma svona ferskur eftir smá jólakonfekt át og afslappelsi inn í nýtt sísón, svona smá reset en samt heldur náttúrulega stórmeistaratitlinn áfram og það er stigabaráttan þar í gangi. En reset fyrir þá sem er að koma nýjur upp í deildina og fyrir þá sem fara nýjur í aðra deildir, þá er þetta gott reset. Já, nákvæmlega. Og það sem ég myndist nú á að það var breyting á milli tímabilana, það sem ég talaði með reseti, en fyrir þá sem maður kannski ekki vita að vera fylgist með þá var önnur breyting líka. En það er hins vegar að allan í þessari keppni og í flestum keppnum, ekki öllum, en í flestum keppnum þá er rolling start, ekki grid start eins og hefur verið. Þannig að allir munu rennast að og þetta opnar í rauninni fyrir valmöguleikan á fleiri bílum þar sem að menn voru að lenda mikið í með gridstartið var að það var kannski skemmtilegra sjónvarpsefni en það útilokaði svo marga bíl út í að þú kannski náðu þriðja sæti tímatöku til dæmis pódium en svo startaður og dast niður um 3-4 sæti bara út í að bíllinn var svo hægur á stað. Já, algjörlega. Sko rétt ímyndaðir bara síðust 3-4 árin hvað margir væru eða síðan við skiptum í standing start hvað margir hefðu hugsanlega keypt Porschen til dæmis. Já, akkurat. Ef það væri ekki svona ræðilegur í startinu ég lent mér að hafa það samt en það er stóra fyrir því að Porschen svona á flestum brautum er svona bíl sem er mjög góður fyrir tímabil og er yfirleitt frekar hátt skrifaður kannski aldrei langbesti bílinn en hann er alltaf nokkuð solid en þegar þú með standing start race þá máttu bara búast við að tapa 4 sætum bara í startinu. Já, það er bara nákvæmlega þannig sko og en þetta jafnar töluvert startið og einmitt ástæðan fyrir því að það er ekki allar keppnir með rolling start út af því að á sumum brautum þá er það því miður þannig að þegar þú ert með rolling start þá eru kannski öftustu menn eða menn kannski í miðjum pakkanum með eitthvað svoleiðis að byrja bara í miðri krappri beygju. Já, algjörlega, eins og Le Mans og Spa til dæmis. Já, Spa að vísu eftir því hvaða layout þú tekur, það er mismunandi hvað startkaflinn er. Vissulega. En já, ég held að það sé bara gaman að mixa þessu eins upp. Það kemur líka oft sko þegar menn keyra á einhverjum vissum reglum í 2 ár þá langar mönnum líka bara í smá tilbreytingu fattaru því að við erum náttúrulega mikið að gera það sama aftur þannig að það er bara gaman pluss svo náttúrulega í raunveruleikanum þegar menn keyra á svona bílum eins og við erum að keyra flesta keppnina þá er oftast rolling start. Já, það er nefnilega það eru flest svona flestar motorsport-keppnir eru með rolling start allan sem að keppa malbyggi. Svona í fljótu bragði þá er það bara formúlan sem að ég man eftir sem að er ekki með rolling start. Já. En þá ertu líka með bíla sem að eru alveg balansaðir það vel að þeir starta allir eins. Já. Og 20 bestu ökumönnum í heiminum. Já, það er fyrir allan að ríkustu ökumönnum. Já, en eins og ég segi, ég held að öryggi hafi ekki verið ástæða fyrir breytingunum þótt að sé vissulega meira öryggi í rolling. Þetta sé aðalega að opna bílavælega og bara tilbreytingin. Þannig að ég fagnaði þessu bara, gaman að prófa þetta og það má alltaf fara tilbaka að mönnum finnst þetta leiðilegra. Nákvæmlega, það er einmitt það sem er góð að vita að það er eins og margir hafa tekið eftir og vita þá er náttúrulega hugmyndabanki sem er reglulega postað inn á Facebook-hópinn okkar þar sem að það er hægt að setja fram einhverja tillögur af breytingum ef einhver vill sjá einhverja breytingar þannig að það er ekkert skrifað í stein það er alltaf hægt að skoða einhverja breytingar. Já, samfélagið hefur líka bara verið mjög opið fyrir því að hlusta á þá sem er í samfélaginu, stjórnin og allt það, ef það kemur upp umræða þá er bara gengið oft í málin og þetta er mjög demokratískt system hjá okkur sem gengur bara mjög vel og flott skipulag líka bara sem er komið á þetta með nýju stjórninu og öllum þessum embættum. Já, nákvæmlega, það er mitt breyting líka að núna er
samfélagið ekki bara undir stjórninni á bara nánast einu manni. Það eru nokkrar nefndir sem að sjá hina ýmsu hluti, þannig að það núna ekki bara einn ákveða þetta. Þannig að það er bara stór gaman að því líka, sko. Sérstaklega með stækkandi samfélag. Algjörlega. En ert þú með einhverja spá fyrir kvöldið? Herðu, já. Ertu búin að njósna á æfingum? Nei, eins og ég talaði þá er ég ekki búinn að vera mikið á æfingum, en ég ætla að segja að, ég held ég get ekki sagt annað en að Ólafur taki þetta með hvað hann er að sýna hérna í æfingarsessjónuna að minnstakosti. Maður er svo sem ekki búinn að sjá alla hérna að keyra hérna. En já, ég held að Ólafur taki þetta. Ég ætla að vera djarfur, ég ætla að spá honum Ása mínu öðru sæti. Hann er búinn að vera að æfa svo fullu, veit ég, og ég ætla að setja alla pressuna á hann. Og ég ætla að sjá, get ekki ákveðið mig hvort ég vil sjá Jökul eða Alex Tops í þriðasæti. Það er annað hver þeirra, sko. Ég ætla að skilja það eftir opið. Já, þetta er erfitt að velja á milli. Þeir eru svo jafnir og góðir allir þessi ökumenn, sko. Áhugavert að Óli er að keyra á Citroën. Við erum ekki ennþá búin að sjá sigraði keppni á Citroën. Spurning hvernig bensín og dekk eru miðað við hinna bílana. Það virðist vera að þetta séu 3 bílar sem eru einna helstteknir. Alfa, Citroën og Honda. Menn voru eitthvað að spá Ferrari líka, en ég sýnst þetta að vera aðalega Honda. Já, þetta er svona búið að vera misjafnt. En það er náttúrulega með hennar Citroën sem við varst að tala að enginn er búinn að sigra, en það var nú samt leit vel út fyrir Hannes á tímabili í gær. Já, reyndar. Í gær. Hann náttúrulega var á Citroënum, en lendi náttúrulega í stýrispilun, þannig að það eyðilega alveg alla möguleikans á að sigra keppnina. En hann á að taka ræðasta hring með Citroënum, þannig að... Já, algjörlega. Ég ætla að fara í það að resetta lobby núna. Síðan hef ég við tímatökur. Hvernig líst þér það? Það líst vel að það. Bara frábærlega vel að það, sko. Það sé ekki eftir neina að bíða. Við bara förum hérna beint í event setting og nótum inn reset lobby og kýlum í gang. Nice. En það er nú komin spá í tjattið. Það er hann Hilli Billi Mega sem að hefur verið duglegur í spánum. Hann spáir þessi tímatöku Óli, Alex, Tops og Jökull. Og pól tímatakan verður 1:37.997. Og í keppninni segir hann Jökull, Óli og Alex, Tops. Og fastið lapp verður 1:38.578, Jökull á 27. hring. Most positions gained, það er Gunnar, +3, rigning byrjar á 28. hring og verður í 2 hringi. Þetta er mjög detail spá og við býðum eftir deginum þar sem að spáin gengur 100% upp hjá honum Hilla, en aldrei utan það verið í kvöld. Við erum með 13 manns í lobbyinu. Var einhver búinn að tilkynna forföll, eða? Já, það er góð spurning, kannski maður kíkja á spjallið. Það er enginn búinn að fara úr lobbyinu nýlega, þannig að það greinlega vantar einn, en við störtum þetta qualifying og hann hefur þá allavega 10 mínútur til að mæta í lobbyið. Nei, það er nefnilega málið. Vegna þess að við resetum ekki eftir tímatökur, ef að þú nærði ekki fyrir tímatökur, þá nærði ekki í reist. Það er rétt hjá þér. Það verður þá bara að hafa það. Við erum komin á tíma og það vantar einn, ég bara veit ekki hver það er og já, það virðist engin skilaboð. Já, virðist engin skilaboð hafa komið, þannig að... En svo er annað sem mér langar að minnast á hérna líka, en það eru komin búið að setja pól í tjattið. Já.
Það spurt hver tekur sigurinn og eins og staðan eru 17 búnir að kjósa atkvæði og Jökull með 47% atkvæða, Óli með 35%, Alexander Leo með 12% og Andri Már með 6%. Já, það mun ekki það. Já. Það kannski kemur ekkert á óvart að Jökull hann efstur á listanum, hann nú tölfræðilega sé, það öruggasta bettið. Já, algjörlega. Það fær ekki á milli mála. En það mun vera hann Viktor sem að vantar í lobbyið núna. Já. Það getur vel verið að hann hefði verið búinn að senda einhverjum ástæðu fyrir því eða að láta einhverjum vita að hann myndi ekki koma, en það skilaði sér alveg ekki til vatn. Nei. Það bara eins og það en við erum komin í gang og fjörið að byrja. Round 1, Dragon Trail Gardens. Þetta sko fictional braut, en einhvern tímann heyrði ég að hún væri sett í landslaghús á raunverulegum stað, en það bara ekki braut þar í alvörunni, en hún ég veit ekki hvort það sé rétt eða ekki, ég selði ekki dýra en ég keypti það, en ég held að sé þannig að þetta sé actual staður sem að brautin var hönnuð á. Já. Það er náttúrulega bara að þið vitið eitthvað annað. Ef það er rétt, þá þýðir það náttúrulega bara að það er pláss fyrir brautarna og þá er bara að gera að byrja að malbyggjast. Já, getur verið með svona count á hverju ári, hvað dóu margir í Death Chicane á þessu ári. Nákvæmlega. En við erum komin í gang, fyrsti hot lap byrjaður. Það er Ási sem er fremstur. Já, ég skrikar kastar enn í sexinu. Setjum það sem borðdimma, fáum smá tilfinningu fyrir layoutinu hérna eins og við sjáum, þetta er mikið hraðabeygjur. Já, situr hann öfum í bílum. Já, nákvæmlega. Þetta var ástæðan fyrir að ég testaði Hondan ekki meira heldur en rétti með einn ring á hvað ég að fara út úr henni, því að vera DVR þá leið mér ekkert rosalega þægilega þannig að hægra megin. Það er svo sem alveg hægt að venjast í, ég hef alveg keypt svona bíla áður en maður vill hafa eitthvað svona kunnulegt. Já, ég er náttúrulega ekki VR maður vegna þess að ég bara get ekki notað það. Og en ég get alveg séð fyrir mér að það er svolítið erfitt að venjast í hver stærðin á bílnum er og hversu langt þú getur farið í rauninni nála kantinu vinstra megin þegar þú í rauninni situr öfugt megin í bílnum eða hvað þú annir að gera. Já, það getur vissulega haft áhrif. Jæja, Ási setur 1.39.3. Jökull toppara og Alex toppar Jökull 1.38.2. Það er komin hiti í leikinn. Heldur betur. Já, þetta verði hörkeppni. Mér er svona tilfinningu fyrir Alex, Jökli og Óla á pall. Það er spurning hvern maður á að veðja á, sko. Já, Óli er komin hérna upp í 3. Já, ég ætla að segja Alex, Jökull, Óli. Ok. Við erum ekki búin að sjá Óla taka hraðan ring í þessum tímatökum. Nei. Hann er á átlapp núna, með grunar að hann kannski lenti í einhverjum mistökum með refsingu eða eitthvað svoleiðis á hraðan ringnum á hann. Já, líklega kannski skemmt bílinn, hver veit. Hérna erum við að horfa á hann Alex, nýstyrnið í úrvalsdeildinni á renna í sitt annað tímabil, kom inn nýr fyrir áramót, heldur betur búinn að sýna í hvað hann býr, 16 ára og bönns á hraða. Já, þetta virðist bara ganga í genunum hjá þessari fjölskyldu þar sem að einmitt í opnu deildinni kom bróðir hans, Alex. Já. Í keppnina 12 ára gammal og hann bara náði feiki góðum árangri í þeirri keppni.
Nákvæmlega. Það ekki nema 0,096 eða 900 hlutar á milli Alex og Jökuls og Ási Komin upp í þriðja. Já. Ramrod Racing maður, representing. Ég að segja, ég spá honum öðru sæti, sko, ég stend við það. Alveg þangað til að hann býnir stannar eitthvað annað. Já, og Jó Egils í 4. og sko frá 1. í 5. sætið 4 tíunduhlutar á sekundu. Já. Og raun og veru niður í 7. sætið, niður í 7. sætið hálf sekunda. Segðu niður í þetta er það sem 8.06. Þetta bara það sem maður orðinn vanur að sjá í úrvalsdeildinni, sko. Þetta var ekki svona algengt sem þetta kom á til fyrir, en þetta bara nánast í hverju einustu keppni svona. Já, það bara mjög lítill munur á milli manna hérna og ég held að þetta góð braut til að berjast á og eiga svona close battle og með úrvalsdeildar ökumenn hérna svona nálægt hverjum öðrum. Ég held að þetta hljóti að lofa góðu fyrir kvöldið. Já, en við verðum að viðurkenna, mér finnst nú vera orðið byggt yfir þetta núna. Ég var einmitt að hugsa tölum orðum, bara það eitthvað að þykna upp hérna. Fara að minna kannski aðeins á hérna opnudeildar tímatökuna. Sögðu. Skulum kíka hérna á Alex Thompson, sjá hvernig hann sé eitthvað að fara að bæta sig. Hann að klára hringjana fyrir aftan Óla. Við skulum sjá hvað tíma Óli setur. Hann að koma núna á beinakaflan. Nær hann að toppa tímanans Alex. Nei, ekki einu sinni nálægt í. Og já, hann var alveg sekundu fyrir aftan tíman, þannig að það einhver mistök að eiga sér stað hérna í tímatökum í Óla. Hann þarf að fara að setja í annan gír því að eins og staðan er hann 13. Mig grunar án þess að ég hafi verið að fylgjast neitt sérstaklega með honum akkurat á þessum tímatökurhring, en ég sá áðan þegar hann byrjaði hann tímatökurhring að hann var töluvert nær þeim sem eru fyrir framan hann. Þannig að mér finnst líklegt að annarkvæmt að ná þeim og sló af, eða þá eins og þú segir, hafði lent í einhverju veseni. Hann núna svona fyrsta trekkum með 0,2 á raðarhring. Já, kannski hann bara eyða bensíni fyrir einn góðan í lokin. Það getur verið. Herðu, það eru komin fleiri spár hérna. Mangi Árna spáir Óla Andra Jöklissigri og Bindi Skram segir Thompson, Robson, Óli. Þar hafið þið það. Þetta verður spennandi að sjá. Ólafur eins og að bæta sig sekundu. Kíkum á Óla. Sjáum hvað að gerast hjá honum. Ég hef trú á Óla. Já. Það eru 1:20 eftir af tímatökum. Það er svona 2 mínútur cirka. Það eru Óli hoppar við 3. Já. Og rétt, sko hann er bara rétt rúmum 10. hluta fyrir aftan Alex. Já, nokkulega. Þú veist, þetta er ekki neitt. Þetta er ekki neitt. Jæja, Jökull að koma í síðustu vegina. Sjáum hvað hann gerir. En það er einmitt eins og við vorum að tala um á hann. Hérna núna, þar sem að það er rolling start, þá skiptir tímatakan miklu meira máli. Já. Hann bætti sig en fer ekki ofar. Hann bætti sig 9.000 hluta. Já, heldur því. Ja. Þetta er consistency. Algjörlega. Algjörlega. Svenni segir Jalli, Toppi, Jói Egils. Herðu, ég by the way hérna chatið, spurning til ykkar, að því ég var að kaupa með þér ný headphone með mic og öllu tilhörandi. Hvernig er soundið? Er þetta ekki allt rétt stillt? Heyrist ekki vel í öllu, braut og okkur báðum? Það væri gott að fá þar upplýsingar. Já, bara svona eina staðfestingu fyrir fyrstu keppnina, hvort þetta sé ekki alltaf sounda eins og það gerði. Nema hugsalega kannski örlítið betur.
Herru, geggjað, við erum búin að fá staðfestingu. Það er allt í topplagi hérna í okkur. Og við erum komin að síðasta hringinn. Síðasti hringurinn. Skulum... Ólafur bætti sig ekki. Nei, byrjum við, hverjir... Þeir eru bara allir að vera komin í markina. Ég glemdi mér þegar ég var að tala. Ég held að þetta sé bara að vera komið, sko. Þannig að Jökull á ferðinni. Það gæti verið möguleiki hjá honum að bæta sig. Ég veit ekki hvernig splittin hjá honum voru. En það er núna ekki. Það hann bætti sig 0,001. Talandi consistency, maður. Ég vel að þótt að sé lítið upp á við þá er það samt upp á við. Bætti sig 9.000 á hringnum áður og svo Vá. 1.000, þetta var rosalegt. Við skulum bara... Þetta voru flotta tímatökur. Svo... Herri, já, ég þarf víst að fara að taka myndir. Nei, ég þarf ekkert að taka myndir núna. Það þarf ekkert að raða upp grittinu lengur. Nei, það er ekkert reset. Það var klukkan 21. 46. Það var 3 mínútur til að létta af sér eða gera það sem við þurfum að gera áður en að við hefjum fyrstu umferð í úrvalsdeild 2026. Jep. Heldur betur, maður. Og það er gaman að minnast á það að ég er að horfa á, ég er að skoða bera saman úrvalsdeildina og fyrstu deild og tímatökur og sko hægasti tíminn á tímatökum hérna í dag er dimmi með 1.39, 3.93. Það hefði dugað honum þriðja sæti í fyrstu deild. Spáðu því. Þarna er hraðamunurinn, sko. Já, ég meina, þetta er rjóminn af ökumönnum á Íslandi þegar kemur það Gran Turismo, það er bara þannig. En við skulum samt renna inn og snöggast yfir stöðuna í tímatöku. Það er Alex Topp sem toppar tímatökuna með 1.38, 3.20, síðan er Jökull, síðan er Óli, Ási 4., Andri Már 5., Jói Egils 7., Jón Ásgrímsson 7., hann er nýliði í úrvalsdeildinni, Alex Geirs er 8., Ólífi Nói, hann er líka nýliði kom á fyrstudeildinni, hann er 9., Ívar Eyþórs er 10., Jóhann Ingi 11., Gunnar Ágústsson 12. og Dimmi er 13. Þannig að þetta er hvernig við röðum upp á rásinu og nú er ekki nema bara tæp mínúta í ræsingu. Já, og ég sé að Binni spyr í spjallinu hvernig fyrsta sæti í tímatökum var í gær og það mun vera að hafa verið 1.38.600 hann Hilmar. Það hefði dugað honum, já, 5. sæti hérna. Þannig að það er alveg hraðir ökumenn í fyrstu deild líka, sko. Það er alveg vissulega, ekki að neita því, sko. Og það er mitt. Ég er aldrei að vita nema að það mun eitthvað, það mun bara, já, eins og bara með tímanum þá styrkjast deildirnar alltaf út af því að það sorterast alltaf út svona, hröðu ökumennir og þeir komast bara ofar og svo mjög hægur bara detta niður. Já, the cream rises to the top, sagði einhver. Já. En þá erum við komin á brautina, bílarnir bíða hérna uppræðaðir, Alex Toppsson ætlar að starta þetta tímabil á pól, hann er að keyra Hondu með Jökull einni á Hondu fyrir aftan sig, síðan er það Óli á Citroen, síðan koma fleiri Hondur, fullt af þeim, alveg bara Þetta er eins og Lindu Krús samkomendan í gamla dag. Já. Jæja. Fyrsta beygjan, þetta fer allt friðsamlega fram. Það er sko Let's Go Racing tími kominn og mikið gaman. Já, það er mitt að þetta tekur svolítið svona þessi breyting á Rolling Stone tekur svolítið úr Let's Go Racing, sko.
Já, ég eiginlega glimti því bara, sko. Ég hef alveg getað dundraði í lofti, sko. En já, það er Rolling Startið sem lét mig gleyma þess að. Já. En það er ekki þar með sagt að kom ekki til með að koma aftur, sko. Let's go racing! Já, hvað er það? Yeah! Nákvæmlega. Það er bara gaman að þessu, klukkutími eftir þarna 36 hringir. Já, og top 3 strax búin að skilja sér smá, ekki mikið, en það er komin 1,5 sekúnda í fjórðamanninn. 1,5 sekúnda er mikið á þessar braut og svo er líka gaman að fara kannski yfir dekkinu. Það er líka top 3, eru allir á medium. Og svo kemur fjórðasæti á hard. Og svo næstu á medium er Jó Egils í 7. sæti. Hann mun vilja vera svolítið kræfur á að reyna að taka fram úr, nýta þessi medium dekk, nýta fyrsta stintið. Það er svolítið erfitt að vera á medium dekkjum, eða ekki segja erfitt, en það er svolítið óhefilegt að vera á medium dekkjum fastur í hard stinti með öðrum. Þannig að það er svolítið mikilvægt að reyna að nýta þessi dekk að taka fram úr. Algjörlega. Og það verður kannski líka bara gaman að fylgjast með Jó að vinna sig upp. Ef maður veit að einum sem er á extra special gúmi, það er gott að vera með myndaðan á holotónum. Hann er að reyna hérna innan á andra. Þeir eru 3 hérna í fyrstu beginni og Jói, hvað? Andri mitrlínuna. Læra hann að halda þessu. Sennilega með... Já, fyrir ekki, ég er auðvitað. Andri heldur þessu, já. Fyrir ekki, ég hætti að vera að spyrja út að Jói myndi halda þessu. Þú kannski hefur pínu auga á topp 3 og lætti mig, segi mér ef ég þarf að hoppa þar yfir. Jói komið fram úr ása, þetta er alveg hérna, þeir eru 4 í höng, basically, 5. Svakaleg barata hérna frá 4. og alveg niður í sko 8. sæti. Já, ég er hérna að fylgjast með á toppnum og það er svo sem engin barátta, náttúrulega mjög stutt á milli þeirra allra, en það er að vísa ekkert, það er engin allaga og engin þannig séð barátta, þeir eru bara að keyra mjög konsistent. Allt í saman, það er eiginlega jafnvel á milli allan tíman, það veist ekkert að gerast. Það er bara algjör lest hérna eftir semst 4. sætið. Já. Ég held að 4. sæti og þessi lest sé það sem eru verðt að fylgjast með. Já, algjörlega. Ólífur Nói er með Ívar Eyþórs alveg lindan í skottið. Og gott ef að Jón Þór sé ekki að reyna eitthvað hann að framar. Já, allt að gerast, mjög þétt rópur. Jói komið fram úr ása líka. Já. Ívar að gera allir að Ólífur, nei, ok, hann hætti að bakka úr því. Hann er samt með innri línuna, nei, þetta er svona erfitt að hafa pláss í framúrakstur hérna. Já. Og ef maður er að pressa vel, þá getur maður stundum plata menni að fara pínu vítt. Og þá opnast fyrir manni. Ólafur er að taka hérna innri línuna á Jökul og er komið fram úr hún. Já. En nær hann að halda því. Við þurfum að endursýningu á þessu. Eru við hlið við hlið hérna á beinagaflanum. Alveg hnífjant. Nei, Jökull dregur sig inn fyrir aftan að hann. Hann skrikaði Ólafur svolítið út úr seinna sér keininu hana og Jökull kannski með betra exit, já. Ólafur hérna út af, en hann samt heldur þessu. Spurning hvort að Jökull takkir smá dífi í fyrstu beginna. Hún er mjög breið og har mikið pláss, þannig að hún býður svolítið upp á það. Ólíf er vít, Jökull er á hann. Já, Jökull er komin aftur í annað sæti. Vel gert. Það er spurning hvort þeir sé að spila einhvern svona
strategískan leik að vera með nýta dekkin eða nýta draftið fyrir að spara bensín eða eitthvað svoleiðis? Það er spurning, en Alex er náttúrulega að græða svolítið á þessari baráttu. Já, hann er að græða mikið á þessu, sko. Við erum borð hjá honum Óla, sjá hvernig er að elta Jökul, eins og við sjáum, þetta er krefjandi braut. Þetta er náttúrulega eins og að vera inn í einhverju Star Wars skjömmflaug að sitja inn í þessum bíl, sko. Já, þetta er örugglega ekki gott að keyra í VR allavega. Þú veist, það er alveg hægt, þú veist, en ekki uppátt. Nei. Ég vil helst bara keyra bíla sem eru svona, þú veist, legit reisbílar, bara eins líkir og vera að keyra í raunveruleikunum á, þú veist, til að immersionið í VR sé raunverulegt, þú veist. Mér líður ekkert rosalega raunverulega inn í Citroenum. Nei. Hann er bara að heyra í vélinu og hafa þetta rátt, langbest. Við ætlum að sjá replay af framburðastunum þegar Óli tók fram á Jökli, við skulum tjekka á þessu. Á meðan þá er Jói Egils að taka fram úr Andramár. Nei, hann bremsaði seint inn í hann. Já, tekur hann svitsbæki. Nei, hann er ekki. Það er óbreytt staða í fjórða sæti. Baráttan heldur áfram hjá Óla og Jökli. Þetta er ekki búið. Og stutt í Alex. Hérna sé ég að Ívar Eyþórs er komin í seinasta sæti og með skemmta fram. Já. Og Dimmi er komin upp í 10. sæti en hann byrjaði seinastur. Hann byrjaði á mediumdekkinu. Þannig að hann er að láta þau vinna fyrir sig og er að vinna sig upp griddið. Já. Já, Jói var komin fram úr Andra áðan og Andri er aftur komin fram úr hann. Við mistaði því þegar við vorum að fylgjast með topparáttinni. Jói mitt var á 90. dekkinu. Það er svona þegar maður er ekki með 2 skjái eða split screen útsendingu, getur bara fylgst með einu ef að tent er að gerast á sama tíma. En ég held að sé nóg eftir. Það gæti líka verið að ég hafi verið að rugla á því þegar nei, það var sennilega ekki rétt hjá mér, heldur var Andri kominn fram úr Ása og síðan fór Jói fram úr Ása. Þetta hefur verið eitthvað rugl í mér. Velvirðingar á því. En sér að það er eins og að Ólafur og Jökull hafi svona hætt að slást og fara að vinna þeim saman og þeir eru aftur búinir að minnka bilið, þeir eru bara nánast að vera komnir í kjölsvæðið hjá honum Alex. Alex var kominn 2 sekúndum fyrir framan Jökull og er núna 1,2, þannig að bilið helst nokkuð jafnt á milli Óla og Jökull, þannig að það er spurning hvort að þeir séu að taka þetta svona með svona hausnum og passa að þeir missi ekki Alex of langt fram úr sér. Ég gæti alveg trúið því, sko. Óli er klár strákur og fyrst hann tók fram á Jökli og mista hann eftir framherstöðuna, þá er hann ábyggilega að hugsa gefum við þetta aðeins og fókusum á að missa ekki Alex ólangt frá okkur, því að þú vilt ekki missa hann ólangt frá þér. Hann á til að run away and hide. Já, nákvæmlega. Þetta að bili núna er komið niður í sekundu þarna á milli 1 og 2. Akkurat. Taka naskastæla á þetta, 2 keyra hraðar en 1. Já, og meðan sko þið bara horfa á dekkjaslitið, sko Jökull er að keyra bara á svipuðu peysi, bara á sama peysi og Alex, sér þannig bara aðeins hraðar fyrir hann að ná honum, en hann er alltaf tölvöld betur með dekkið. Já, sko, bensínstaða Óla og Jökli er basically svo sama, þannig að þeir eru báðir að eyða sambarlega. Mér fannst endilega eins og einhver í útsendingunni og annar eða fyrstu þeir hefur að tala um að Citroen eyddi meira bensíni eða var að dekkjum, en ég veit ekki, allavega þetta lúkkar mjög svipa núna aðeins minni á afturdekkjunum hjá Óla, þannig að ég er ekki að sjá að Citroen sé að skorta bensínnýtingu eða bensínnýtingu, dekki eða bensín segi ég. Nei. Ég held að bílarnir sé nú bara frekar svipaði margir.
Þetta, in the end, it's all down to the driver. Já, algjörlega, það alveg bóttið þannig, sko. Jói Egill að pressa Andra hérna. Þú fylgjast aðeins með þeirri baráttu meðan að strákarnir á toppnum eru sáttur við stöðuna eins og hún er. Jep. En ég held áfram að fylgjast með toppnum samt, til að geta látið vita ef eitthvað gerist. Já, kæra þakki fyrir það. En það er alveg magnað að sjá þetta samt svona þegar maður horfir á mínimappið, þá sér maður að þeir eru allir svona, það er þessi fremstu þrír, alveg í hóp og svo kemur bara einn hala rófa þarna fyrir aftan, það er bara allir saman, sko. Jói sýndi sig að innanverðu í síðustu beygju og Andri fór aðeins vitt og Jói náði svona að sækja á honum en ekki alveg nóg. Fannst Jói verið eiginlega bara full kurteis hann, ég hefði viljað að sjá hann bara skella sér innan á hann áðan. Já, hann verður eiginlega að fara að láta þessi medium-dekk telja og fara að taka fram úr. Algjörlega. Ég sé að Ívar er núna búinn að fara í pit, hann er búinn að losa sig við skemmtina. Hann hefur ekki tekið bensín en hann er komin á medium-dekkin. Þannig að hann er eins og langt aftastur vegna þess að hann tók þetta pitstop. Þannig að það er fróðilegt að sjá hvað það gerir fyrir strattið í honum. Það er bara lítið saman hérna, sko. Nú koma hann inn í mjög langa beygjur, að koma vinstri beygjur og eftir vinstri beygjum og eftir vinstri beygjum og þetta eru hraðar beygjur. Spurning hvort hann á eitthvað að pressa hann. Skera aðeins þrengra, nei, Andri gerir þetta vel. Það er ekkert sem Jói getur gert þannig. Það þarf eiginlega að gera mistök í þessum beygjum til að missa menn innan á sig. Ef maður gerir það þokkalega vel og heldur sínu línu þá er rosa erfitt að fara fram úr. Já, það er alveg rétt, sko. Sérstaklega þegar menni eru svona jafnir. Jæja, núna gerist það Jói innan á og Andri gefur honum no pláss og Jói komið fram úr. Andri fór svolítið í vitt að þetta var eiginlega það sem ég hélt að væri að fara að gerast á hringnum á undan. Og nú spurning hvort að Andri reyna að svara þessu. Hann náttúrulega veit ekkert að Jói er á medium. Eða hvað, gett það verið, maður veit ekki. Já, það er mikilvægt eins og þú segir að hérna nýta þessi mediumdekk vel og láta það telja því að sko ef maður festist í baráttu þá ertu bara að tapa tíma og ættir að vera að vinna á mediumdekkurum og þú eigin líka meira fyrir aftan ökumann þegar þú ert að pressa heldur en þegar þú ert komið fram úr og getur hægt að horfa í baksýnisspegilinn. Já, nákvæmlega. Það er einmitt, ég er að fylgjast með toppnum og þeir eru allir mjög nálægt hvort öðrum en það er enginn að reyna neitt. Þetta er bara eins og við vorum að tala bara strategían út í eitt. Ólafur er mjög nálægt í jökli núna, sko, en segja það er erfitt að átta sig á hvort hann sé að fara að reyna að gera eitthvað allu eða hvað, sko. Hann er mjög nálægt í jökli núna. Jú, hann stingur sér þetta. Flottur akstur í Óla. Jökull verður að fara aðeins vidra. En hefur kannski betra exit. Eða hvað? Já, hann var með betra exit en hann er samt með ytri línuna, þannig að já, það er málið. Óli er með þetta inn í næstu beygju. Óli fer aðeins víðra hérna, gæti verið að Jökull tengi betra exit núna. Ja, þetta er bara nákvæmlega eins á hann, bara Óli tók fram úr í þessari beygju og Jökull kom bara og tók fram úr hann aftur síðan í uppbeyginni hérna á ráðskapunum og á meðan er Alex að draga sig frá þeim. Þeir eru bara að sjá algjör endurtekningu hérna. Já, sjáum hvað hann er nálægt Alex líka. Þetta er rosalegt. Maður sér þetta oft í hérna þegar maður er að horfa á hérna World Series í Gran Turismo þar sem að bestu ökumennir er að keyra að þá
sér maður ekki eins mikið baráttur á fyrstu ringjunum. Þau velja mjög oft að keyra saman á þess að hægja hverjum öðrum, fattar við. Við erum kannski að koma á það stig núna hérna heima að við erum farin að taka eftir því kannski á þeim betur. Ég hugsa að flestir séu samt á þeim stað að láta strax fram úr, sko. Já, algjörlega, en þeir sem eru á toppnum eru farnir að sjá það að það snýst ekki allt það að vera í fyrsta sæti allan tíman. Nei. Það ef þú nærð að spila úr dekkjum og bensinni og nota hausinn til þess að ná fyrsta sæti þegar þú ferði yfir endalínuna, það sem skiptir máli. Akkurat. Nýta þessa hringi fram á síðasta hringi að keyra keppnina eins hratt og þú getur og að það þýðir einhvern á þess að berjast, so be it. Nákvæmlega. Man þurfa að hugsa dekk og svona, en eins og ég segi, sko, þetta sér maður meira hjá prófökumönnum. En nú erum við bara komin með svo góða ökumenn hérna og sérstaklega þess að sem við erum að horfa núna, Alex, Jökull og Óla, að þeir eru pottþétt farnir að hugsa svona hluti. Já, og það var einmitt verið að minnast á það í spjallinu. Ási komið fram úr Andra aftur, þannig að Andri, ég veit ekki hvort hann hefur lent í ykkur eða Ási hefur bara náð að taka fram úr honum eða hvað. Já, ok. Við mistum að því, en þau eru bara svo nála okkur öðrum hérna, ég tími líki að hoppa yfir. Já, maður verður eiginlega að fylgjast með toppnum þegar það er svona barátta í gangi, sko. Akkurat. Andri Már fer inn í pitt núna, ég ætla að tjekka hérna, nei, hann var ekki með skemmt, þannig að hann er kannski á einhverju annir strætti, 10-10-10 eða eitthvað svolítið, hann var það, sko, ég veit að Hannes var að spá í, sko, 12-12-12, þannig að þetta er ekkert langt frá því, kannski tekur hann hérna 15 hringi og svo 12 hringi á móti þessu eða hvernig það reikningstæmi fer upp, en þetta lúkar svolítið eins og hann ætli að fara á medium og svo aftur í pitt á medium. Já, þetta lúkar svolítið þannig, það er bara spurning hvort það sé of snemmt. Mér finnst það að vera of snemmt, en ég náttúrulega veit ekki hvernig hann er búinn að ná að kvísla dekkin, þannig að... Já, nú veit ég keyrði Ölfuna, hún náttúrulega að eðlisfæri dekkja kvíslari, þannig að sko, það er ekkert mál að taka eitt stopp á Ölfunni og taka medium hard. En ég veit ekki með hinna bíluna, sko, en ég myndi samt alveg halda að þau nái 12 hringjum á medium, sko, þokkalegum. Þannig að sjáum til, en þetta er allavega hörkubaráttu eins og er. Og stutt í Alex, þannig að topp 3 er algjörlega að halda skemmtunum í gangandi fyrir okkur. Já. Óli komið fram úr Jökli aftur. Settur svona borð hjá Jökli. Já, hann sló af þarna, hann Jökull. Já, hann var ekki viss. En það hérna, já, en ég ætla að fara aðeins, ég ætla að renna hans yfir hérna neðan, svo hvort það sé eitthvað þar. Óli verið komin inn í pitt núna líka. Ekki mjög skemmt, hann er bara að kasta hörðudekkinum á loka 11. rings. Það er stutt á milli Gunna og Jóhanns Inga. Þeir eru mjög nálægt hver öðrum á brautinni, en svo sem engin slagur þannig séð, það er enda alveg næstu sekúnd á milli þeirra. Dimmi er kominn fram úr Alex Geirs. Dimmi er náttúrulega að starta á medium-dekkinum, hann er búinn að fara úr 13. sæti upp í það 7. á þessu medium-stindi. Þannig að þetta er búið að ganga vel hjá hann medium-stindi hjá hann Dimma. Já. Og eins og var minnst á áðan að Ási kominn fram úr hver var aftur eftir Ása? Það er alveg stórum með Andri Már, já. Já, Andri Már er náttúrulega búinn að pitta núna, þannig að hann getur verið að hann segja að taka eitthvað undercut. Já. Herru, Alex Tops var í pitt. Já, það er svoleiðis, hann þeir hringa undan þeim. Þannig að hann er kannski að taka 12-12-12. Já, ég hugsa það sé málið. Ég ætla hann að tóka eitt æfingareis með honum í lobby núna daginn og þá tók hann, ég man nú ekki á hvað ringum að fóra inn, en hann tók 2 pitstop og 2 medium, þannig að
Þetta verður rosalega bara þetta núna. Jökull og Ólafur. Já, hann er alveg í skottinu á hann, sko. En þeir eru báðir bara búinir með dekkin, sko. Já, þeir eru á 13. Já. Ok. Þannig að þau hljóta að fara í pitt á þessum hring, ég trú ekki öðru. Þrettán, 10 hljómar eins og planið á þeim. Já. Með þetta. Það er það bara fróðilegt að sjá hvar Alex verður þegar hann kemur, eða þegar þeir koma úr pittinu, sko. Alex tók aftur medium deck. Hann er núna eftir uppi Jón Þór er á harddekkinu, ekki enda búinn að skipta af þeim. Og Alex, hann bara tók fram úr. Hann nýtti þetta gripið og auka hraðan, sko. Við þurfum að fá endursýningu þessu. Hérna sjáum við Alex, kemur inn að fyrir eftir Jón Þór. Já, kemur miklu hraðar. Þetta var bara eins og að drekka vatn þessi strákinn, sko. Já, þetta var bara náttúrulega. Þá fara þeir í pitt. Já. Þá skulum við sjá, hann verður fróðilegt að sjá hvort að þeir, og hann hversu langt fyrir aftan Alex þeir verða. Hann munar 2 lítrum á bensíninu þegar komin í pitt, þannig að það verður engin stór munur á því hvað þið græða og missa, þú veist. Þannig að ég hugsaði að koma á sama stað út úr pittinum og við fórum inn í hann eða hvað. Jökull kemur á undan út. Jökull tók endaði með 4 lítrum færri lítra af bensíni, þannig að hann tók minna bensín. Þeir eru báðir fyrir aftan Alex tops og með Jón Þór á milli sín. Já. Spurning hvenær Jón Þór ætlar að fara inn. Og hérna Alex Geirs og Jóhann Ingi eru svona mjög nálægt okkur öðrum að slá svolítið. Jóhann Ingi fór svolítið út fyrir og Alex eldan út fyrir. Já, við erum að horfa á þetta. Þetta var skemmtilegt. Þau eru báðir að keyra Alfa. Alfan, hún er mjög lipur og lítil og nett. Jó Egils tók aftur medium deck, hann á eftir hard stint í lokin. Skulum að kíka á Jökull, sjá hvort hann sé að nálgast hann. Jón, hann stutti hann, ekki alveg komin á hann með þá. Og það er hérna í botnsætunum, Gunni er alveg á botninu, það er eins og hann hafi lent í einhverja 12. hring, hann tekur næstu í 2 mínútur langan hring. Já, ok. Það er kannski bara pitturinn, það getur verið að það hefur verið pitturinn. Það hlýtur að vera. Jón fer inn í hring, þannig að Óli og Jökull eru ekki áhyggjur af honum. Já, hann fer inn í pitt. Já, ég meina það. Það er hérna smá barátt á milli Dimma Ólivers og Ívar Eyþórs. Ívar Eyþórs er á slitnu medium-dekkjum eftir að hafa þurft að fara inn í pitt ótímabært eftir að hafa fengið skemmt á bílinn. Mér sýnist að, Óliver, hann er með ytterlínuna en var komið fram í smá stund. Það er spurning hvort hann nái undir, svinsbakkinu, nei, hann er því ekki. Dimmi er hann beint fyrir aftan líka í þessum sama slag. Við þurfum að tjekka á þessu snöggast bara. Ég náði að merkja replay hérna, þannig að við getum farið smá aftur í tímann og sé hvernig þetta byrjaði. Óliver er komið fram úr núna en hann fór vítt aftur og Ívar tók aftur fram úr. Núna er Dimmi bara að fara að taka fram úr Óliver, sýnist mér. Já. Þetta er rosalega barátt. 4. ökumaður er komin líka, hann að Jón Þór er komin í skottið á þeim líka. Já, ég tók ekki eins og neitt því. Þetta er 4 bíla bara það. Þetta er eins og Honda Cup. Já, okkarlega. Sjáu þetta maður.
Oliver og Jón Þór liðsfélagar. Sjáum hann að 11. og 12. sæti. Nei! Wow, Jóhann Ingi, hann fór út úr seinustu beginni og út á gras, missti stjórn á bílum og slætaði inn í pit. Herru. Nei, hvað að gerast hérna? Helvíts replayið að bregðast mér. Og sjá. Nei, býtu. Sorry, ég í algjörðu replay rugli hérna. Ég held að ég hafi týnt þessum markar sem ég fekk á hann. Býtu. Það var, hvað var það? Það var Oliver og... Já, Oliver og... Já, þessi slagur sem þú varst að fylgjast með, hann ennþá í gangi. Já, sem bara vippa okkur á hann aftur og ég ætla að gera eina tilraun aftur að vera rétt á ökumanninum. Já, það er að gefast tími. Já, þú náður ekki í replay-markið þegar Jóhann Ingi missti stjórnarna. Nei, ég var alltaf að íta á replay-markið en þá fór replay í gang sem var ekki rétt, þannig að ég Já, ok. Það verður að hafa það, en svona það maður að multitaska. Herru, dimmi innan á Ívar, nei. Þetta er svaðalega varða hérna, 4 bílar alveg í hrúðu. Gullfiskur, tím Gullfiskur, Lavasjó. Og hvað heitir liðið sem að, hérna, má sjá. Track Devil Racing heita þér. Já. Það er hérna núna Jökull og Ólafur eru svona svolítið að slást hérna. Jökull lengst úr gaman, Ólafur er alveg í skottinu á hann í Jökli. En Alex Thompson, þetta lítur rosalega vel út fyrir hann er 5,5 sekúndur undan þeim. Sætt, já, sko þau eru náttúrulega forvæti hérna í beininni. Já. Þetta er 11. sæti sem við horfum hérna. Ok. Er ég að gera mistök að skipta ekki eða? Nei, ekki skipta aftur á núna. Það er bara, okay. Það er þessi sami datadans hjá þeim að spila þetta safe og spila þetta saman nánast. En þeir þurfa þá að fara aðeins að gefa í þeir alltaf ekki að missa Alex Thompson of langt undir sig. En ég læti vita ef ekki gerist og þá getur við henda á replay-marker sko. Það er sýnist mér vera töluvert meiri barátta þarna 8. sæti. Já, þetta er bara, þetta er rosalega barátta hérna. Það er ekki að segja annað. Aðeins búið að róast. Það getur nú fljótlega breyst. Já. Oliver með gott exit þarna, betra heldur en Ívar. Þetta er beigjan sem skiptir máli. Hérna getur þú náð góð exit. Það eru Ívar fyrir pitt og ég er ekki frá því að hann hafi farið yfir línuna. Spurning hvort hann fá 3 sekundur. Herru, ég ætla að gera síðustu tilraun til að sjá þetta. Já! Haha! Replay er ennþá hérna. Þetta er það sem við mistum á áðan. Þetta er Oliver og Ívar Eithors koma inn í fyrstu beygina. Ívar innan á Oliver. Svona byrjaði þetta. Það var skiljaði flott. Já. Sjáum hérna. Hann er hérna frá utan á hann. Það var sirkabot hérna sem við mættum til leiks í þessa baráttu. Utanverðið, þetta var geðveikt, virkilega flott og Ívar aftur innan á hann. Þvílík barátta. Þetta er algjör veisla. Algjör veisla. En fréttir á toppnum, það er ennþá náttúrulega bara mjög konsistent bilið á milli Jökuls og Ólafs en þeir eru búinir að taka núna sekundu á Alex þannig að þeir eru að ná að elta Alex upp aftur.
Andri Már núna fyrir framan Jóa Egils og Ása, þannig að eitthvað hefur klikkað hvort það væri biturinn eða eitthvað svoleiðis, en Ási var komin undan báðum. Núna þetta alveg búið að snúast við þar, þetta í 4., 5. og 7. seti. Akkurat núna ekkert að gera þar. Já, hann fekk 3 sekundur í refsingan Ívar. Já, mig grunar að ég lendi í þessu sjálfur í bæði skiptin sem ég fór í pit. Já. En svona þetta bara, þetta kennir manni að maður þarf að æfa pit entry á sumum brautum en öðrum ekki. Já, Óli með hörku pressa á honum ekki spurning. Já, þetta staðan til að vera fylgjast með akkurat núna. Það virðist ekki vera neitt annað að gerast hérna á brautinni annar staðar. Og þótt að þetta sé fyrsta umferðin á vortímabíli þá þetta náttúrulega áframhaldandi barátta stórmeistaratitilinn á milli þessara ökumanna sem við erum að horfa hérna. Þannig að þetta er ekki bara fyrsta keppnin. Nei, og það náttúrulega líka mikið í húfi þar sem að stórmeistarinn fær vegleg verðlaun frá kraftvélum var það ekki? Jú. Kraftey var líka... Var það Kraftey? Það sjá, ég ætla að kíkja hérna yfir til að vera alveg... Það var eitthvað kraft. Já. Það er Kraftey, já. Kraftey sem gefur stórmeistara úrvalsdeildar 100.000 krónur. Og það náttúrulega svolítið opið á toppnum fyrir stórmeistaratitilinn. Það náttúrulega Alex Topsson, Jökull Rafn og Ólafur Þorbergsson sem að eiga möguleikann á þessum allan að miðavíkandi staðanir núna. Þeir eru allir svona frekar nálægt í stigakeppninni. Algjörlega og 100 skall. Þótt að sé allt orðið dýrt í dag þá 100 skall, alltaf 100 skall sko. Flotta petala fyrir það. Já, nákvæmlega. Höskinveldi eða eitthvað. Nei, svo getur líka bara nota peningana og splæst á lokahófinu. Nákvæmlega, við erum drjúgar á lokahófinu. Meistarinn bíður. Algjörlega. Það eru nú alls ekki síðri verðlaunin frá öðrum styrktaraðilum en það er alveg eins og til dæmis bara svo ég nefni eitthvað að Arctic Iceland gefur 2 úr. Þeir gefa sigurvegara vetrartímabils í fyrstu deild og sigurvegara vortímabils í úrvalsdeild úr. 70.000 stykk í hvort sko. Spáðið þinn. Það er bara meðan að samfélagi stækkar þá verða verðlaunin alltaf veglegri og alvaran alltaf meiri á toppnum alltaf. Já, og Otto Center, þeir hafa verið að læsa bikara á alla deildir eða ekki? Jú, þeir eru náttúrulega búin að gera það bara nánast frá upphafið. Þeir eru sennilega skjáttast ekki, elsti og langlífasti styrktaraðili deildarinnar og þeir hafa allan frá því ég byrjaði deildinni alltaf gefið verðlauna bikarana. Þannig að þið áhorfendur og keppendur sem eru sunnan megin á landinu og þurfi eitthvað tengt bílnum ykkar, þá náttúrulega á Otto Center að vera ykkar go-to place, ekki spurning. Algjörlega. Og svo erum við náttúrulega með fleiri, fyrst við erum byrjað að telja upp. Við erum með Gullfisk sem gefur hendinga harfis, GT Akademian gefur tíma í aksturshermi. Það er engin þú veist eitthvað að detta út núna, það er eins og, ég veit ekki hvort það sé snúran hjá þér eitthvað að segja missa samband en koma á svona pops and bangs eiginlega bara í þjóðinu. Er ég góð núna? Þú ert góð núna, já. Ég var bara eitthvað fyllt í snúrinu sko, þetta var bara, já. Já, þú meinar. Bara gerði mér ekki grimm fyrir því að þetta væri útkoman. Nei. Það er núna smá slagur hérna milli Jökuls og Ólafs. Það var eins og Ólafur var að reyna að gera, nei, og svo fer hann svolítið leiðilega við kantinn. Já, það eru svolítið gróðar þessar pulsur hana. Við erum að ring 21 og
Það má búast við að sjá þessu ökumenn fara í pit á 27. ring, í lok 27. ring. Já. En hann aðeins búinn að auka forskotið, ekki mikið, en það komið 5,5 sekúndu frá Óla, bilið í Alex. Þannig að smá aukning þar, búinn að bæta sekúndu síðan við vorum að horfa á þetta áðan. Og það geti kannski líka bara verið út af þessari baráttu hérna sem við erum að horfa á. Já, þeir virðast sækja á hann þegar þeir berjast ekki, en virðast missa hann aðeins rástið þegar þeir berjast. Það er call-out á þig í chatinu, hann Mangi Árna segir pulsur, Ingi, þetta ekki Akureyringur. Jú, sá til, maður borðar pulsur en maður keyrir á pulsur. Já. Jú, ég er Akureyringur, en já. Sorry, ég bjó í 20 ára Reykjavík hérna. Núna er kannski ekki að fara að gerast hérna í öðru sæti. Já, hann er bara alveg í númeruplötuna hans. Sjáu þetta? Vá. Já, hann sló hann aðeins, hann var of nálægt til að geta reynt eitthvað. Já, ef maður er svona rosalega nálægt eins og við vorum að horfa á, þá þarf maður að lyfta gjöfinni rétt áður að maður bremsar til að hafa smá buffer, þannig að þú veit ekki hér aftan á manni. Já. En Jökull er með betri línu, sant? Hann getur með betra exit. En það sýndist hann að hann þurfti að slá aðeins af til þess að ná beginni til þess að fara ekki í Ólaf hann. Það hefur tekið svolítið dampinn úr hann Jóhanníkagreinu þegar hann dristaði inn í pittin út af því að hann var á hörðundekkin þá og kom aftur út á hörðun. Hann kannski verið ekki alveg með hausinn á réttum stað eftir að hafa lent í þessu. Hann er hugsaðlega þurft að breyta pitstrættinu eitthvað og I don't know, kannski þarf hann að taka lengra stund til hann ætlaði sér. Það getur verið. En ef við kíkjum núna á 10. sæti, 10. og 9. þá er Gunnar á mediumdekkjum, slitnum mediumdekkjum að er allavega Oliver sem er á slitnum harddekkjum. Já. Nei, þeir eru báðir slitnum medium, Gunnar fór hann aðeins. Já, hann svo sem var bara með línuna, það er eins og Oliver hann bara keyrt í hliðina. Já, ég var einmitt að hugsa þegar þeir fóru saman. Þetta var meira held ég að Oliver gerði fyrir að Gunni sló af og beygði smá inn í hann. Það er náttúrulega rétt á inni línuna hann, en þetta er bara racing, ekkert alvarlegt. Já, nákvæmlega. Gunni, if he sees a gap, he will go for it. Já, og það það kemur ábendingina í spjallunum að kíkja á fyrsta stinti hjá Alex Geirs, en já, það lítur út fyrir að hann hafi bara tekið, það getur ekki verið, hann hafi tekið 19 hringi á harddekkjum. Jó, ég get sagt þér það, Kalli minn, að það getur bara vel verið, því að hann er á Ölfunni. Já, þegar hann er á Ölfunni og þegar ég var að spyrja hann pitstrat fyrir mig, þá sagði hann ráðlaði mér að taka annað 20 eða 21 hring og taka svo 16 hringi á medium, þannig að já, yes, það er rosalega munur að ná. Það er það sko, Alfan er alveg fáránlega góð á dekkinn. Svo verður fróðlegt að sjá í keppninum 8. sæti þegar að minnst líklegt að Gunni og Oliver fara báðir í pit eftir þennan hring. Og þeir eru með svipaða dekkjastöðu, en Oliver er mjög nálægt en Gunna, en með töluvert meira bensín heldur en Gunni, þannig að það getur verið að Oliver nái fram úr Gunna bara á bensíninu. Og núna eftir að Óli tók fram úr Jökli, þá er hann bara svolítið að draga úr að allt þetta bil sem hann var á milli er að fara að lengja svolítið verulega. Og Alex Thompson enda í góðri stöðu,
1,3 undan honum Ólafi, þannig að Alex er núna inn í pit. Já, akkurat, ég ætla að segja, hann var að fara inn í pit. Þannig að þetta er eins og maður giskaði, 12-12-12 sem hann er að taka. Sjá hvort það finnum ekki einhverja baráttu hérna á brautinni, hætti ykkur. Það virðist vera nokkrir með þetta 12-12-12, ég segja hérna Jó Egils og Ási eru líka komin inn. Gunni tæpur hann á kantinum. Og Gunni að fara inn í pit og Oliver líka. Dimmi heldur áfram. Já, sér Gunni með 4% og Oliver með 10%. Þannig að ég held að Oliver taki fram úr Gunna aftur í pitstoppinu. Það geti bara orðið þannig, sko. Svo kannski bara tjekka á því hvernig við komum út úr pit, fá smá pit-drama hérna. Hver verður út á undan? Gunni kominn á stað, Gunni er með þetta. Æjó, hann minnkaði bilið smá, er alveg í skottinu á honum núna aftur. Og Thompson kemur út þriðji, þannig að já, hann þarf ekki að berjast við neitt núna eins og áðan. Nákvæmlega, það er bara drauma staða fyrir hann að fá auða brautin fram að sig. Já, á hardekkinum, þannig að það bara skiptir ekki máli þetta stint þarna og það Jökull fór í pit og Óli heldur áfram. Óli þarf að taka næsta ring. En Jökull hefur ákveðið að prófa undercut. Það er athyglisvert. Já. Þetta geti kostað Ólaf, sko. Ég held að Jökull nái örugglega undercutinu, sko. Það er spurning. Alex, hann nær fram úr Jökli. Það er bara spurning hversu miklu það mun muna þarna á milli. Já, þetta eru 4,7 sekúndur á milli þeirra eftir pitstoppið. Já. Aðeins minna en áðan. Núna er sko búið að snúast við. Ég sé hérna að baráttan 7. og 7. sætið, ekki orðin barátt ennþá, en verður örugglega mjög fljótlega því að Ási er komin út á medium-dekkjum eftir Jóa Egils á harddekkjum. Jói náttúrulega byrjaði á medium-dekkjum. Þannig að nú er bara að vera það er fróðlegt að sjá hvað gerist þarna. Jói Egils hérna, Bísik Racing, Ramonot Racing, Ási. Og nú er að pressa. Það er spurning hvort að Ási nái að gera betra mót úr þessu medium-dekkjum heldur en Jói náði að gera fyrir keppninnar. Óli er komin í pit líka. Já. Það verður kannski gaman að fylgjast með því hvað hann kemur út þegar að á mótorum Jökli. Hann er að setja bensínið á núna. Hann setti lítið. Æja, hann kemur út á undan. Hérna sjáum við Jökull og Óli réttur í framan hann. Hann er með tæpar 2 sekúndur á hann. Immi kemur hann inn með 0% eldsneyti. Það er sko 5 sekúndur frá 5. sæti í 1. sæti og við eigum 10 ringi eftir. Þetta er ekki búið. Já, ertu aftur að fikta í snúrunni? Sorry, rakk mig hérna. Þetta sé inputið á fjastringunni sem að þetta er ný snúra og þetta er ábygglega maður þarf bara að passa sig að vera ekki nálægt inputinu á fjastringunni. Það getur verið. Núna lítur á sig að fara að taka fram úr Jó Egils, hann er komið mjög nálægt og er með töluvert betra grip í þessum beygju minna. Þannig sjáum við þá 2. Já,
Já, hann stingur sér hann fyrir svolítið vítt. En já, ok, hann náði alltaf þessu. Já. Það bara þetta medium grip, sko. Já, það klárlega munur, sko. Gerir mönnum lífið auðveldara ef þeir eru á medium að reyna að fara fram úr harddekkjum, það alveg klárt. Þetta sé ekki kringum sekúndu á hring. Það svona virðist vera þumaputta-reglan í gegnum árin, kringum sekúndu á milli dekkjana. Já, það lítur út fyrir eitthvað að klikka hjá honum. Alex, bilið komið niður í 3 sekúndur, það var 5 á það. Já. Eigum við að taka replay, hvort við sjáum eitthvað? Já, tjekkum aðeins hvort við sjáum eitthvað. En það kemur hann í síðustu beina. Þetta allavega þetta ekki í síðustu beinu sem hann tapar þessum tíma, við mistum að þessu. Já. Það var eitthvað gerst, þetta eru 2 sekúndur sem hann tapar á einu hring. Já, svo sem þegar maður hugsar þá þarf það ekki verið út í að Ólafur kom út úr pit alveg örugglega 1,5 til 2 á undan Jökli. Það var Jökull sem 5 sekúndum fyrir aftan. Já. Og ennþá. Hugsanlega, sko. Hugsanlega, það bara þannig. Já, þetta bara það sennilega. Þetta var tímablekking í beinni. Já. Kíkum við aðeins upp listan, sjáum hvort að við finnum eitthvað aksjón. Alex Geirs rétt fyrir aftan Jóa Egils. Alex Geirs á medium, hann má búast að því að Alex sé að ná Jóa og reynir framárástur fljótlega. Alex keyrir með honum Alex Thompson í liði. Kraftilar Racing Team. Alltaf gaman að fá svona nýja sponsa inn í tímabilið, svona áhuga sama eins og kraftilega klúburinn toppsinnir og þeir. Já. Toppi og toppsinnir. Já, nákvæmlega. Núna sko Alex Geirs við það að fara að sækja á Jóa Egils. Alex Geirs náttúrulega, eins og við vorum að tala áðan, á einstoppa stratti og á medium dekkjum núna að sækja á Jóa Egils sem á hardekkinum. Jóa Egils nýbúinn að missa Ása fram úr sér. Akkurat. Þannig að og Jóhann Ingi kominn í slaginn hérna milli Ólafurs og Gunnar Ágústs. Já, ég vippa mér á þá baráttu. Ég var að horfa á Alex og Jón Þór. Nei, Alex og Jóa Egils ekki. Já, það jú, hugsa það. Jóhann Ingi náttúrulega á hardekkinum ennþá. Ólafur gæti tekið, ef hann tekur einhver díf einhver staðar, þá ætti hann að hafa gripið í það allavega, en spurning hvort hann náði því það. Alveg í skottinu á honum. Track Devils versus Gullfiskur. Það bara mjög svipur staða hérna 7. og 7. sætið. Ég að fylgjast með því núna. Það engin dífakvöld núna, það getur haldið áfram á þessari baráttu eins og Og hvað að frétta af toppnum? Eru við nokkuð að missa einhverju þar? Nei, það bara allt, stendur allt stað þar. Stendur allt stað, ok. Ólífur ætti að vera með meira grip heldur en Jóhann Ingi. Eðislan á dekkjunum hjá þeim aðeins meiri einn hörðudekkjunars Jóhanns, þannig að það klárt að Ólífur er með dekkjaforskotið. Það þarf að nýta sér það. Já. En hún lipur í baugunum Alfan, það ekki hægt að segja annað. Það samt athyglisvert hérna, það eru 7 hringir eftir, eða 6 í rauninni. Bilið að minnka svolítið á milli Andramáls og Jökuls akkur núna. Jökull hann er búinn að missa sekundu á Ólaf. Já. Þannig að við lendi í einhverju eitthvað svo liðs.
Það er bara 10 sekundur núna milli Andra og Jökull. Jökull náttúrulega á hardbekkim og Andra á medium. Já, ok. Fljótt skipast veður í lofti. Já, þetta er hörku barðaðina, Ólífur Jóhanningi. Þú vippar í öxlina á mér ef ég þarf að skipta yfir á Jökull. Ég læti vita ef það þarf að byrja ykkur. Það þarf nú ekki að gera það núna, sko. Gott exis hjá Ólífer. Jóhanningi vippar bílum á innri línu, tekur varnarlínu, Ólífer á utanverðu. Nó pláss í næstu beygju. Reynir hann að fara utan á hann eða tekur hann að Switcheroo. Þetta er alveg beygja sem býður upp á Switcheroo. Vel gert hjá Jóhanni. Og heldur sér á miðri braut en Ólífer með betra exist og komið fram úr. Já, vel gert. Það lítur út fyrir að vera að fara að stefna í svipaðan framúrakstur hérna hjá í milli 7. og 7. sætis. Það er Jói Egils og Alex, fylgjast með þeim aðeins. Pressan er á Jóa og Alex er the oppressor. Já, nákvæmlega. The pressure. Það er aftur þar að þykna yfir hérna, sko. Já, hvernig væru að fá hérna bara smá úrhelli á síðustu ringjunum. Það er verið að tísa okkur hérna alveg fullir. Segðu. Það er bara nákvæmlega þannig, allir í spjallinu, regndansinn núna. Já, setið hann að stað. Við höfum fáið þessa rigningu. Já. Heldur stífri pressu á hann Jóa, fylgir hennum eins og skugginn, hann Alex. En það er eitt að ná honum, hann að fara fram á honum, það er við töðall. Já. Það er spurning hvort hann tekki innan á núna, það er, nei! Hann, Switcheroo, já! Þetta var rosa múfi, hérna ætlaði að fara, hugsaði að fara innan á en þá vippaði þessari utanverðu og tók Switcheroo en það dugði næstu því. Jói var með betra exit, en þetta var flott pæling hjá honum. Núna er sko Óli farin að sækja verulega á Alex. Það er komin 1,2 sekúndur á milli. Herru, við þurfum að tjekka á þessu. Þetta er bara þannig sigurinn hérna, Óli er að ná Alex. Við erum að fara að sjá hérna 4 síðustu ringina, hot action. Jökull 4 sekúndum fyrir aftan. Já, það er að segja að það kemur ekki rigning. Já, segðu. Maður svo dekkin hjá Alex. Já, hann fór náttúrulega fyrir í pit, þannig að Óli er á betri dekkjum eins og staðin er. Já, Óli er bara í góðri stöðu til að fara að sækja á hérna. Hann er bara búinn að vera þolinmóður að bíða eftir momentinu og momentið er komið. Nú er allt að gerast. Þetta er akkurat það sem við viljum sjá. Barátta á síðustu ringjum. Og svo svona á þessum 4 síðustu ringjum eða 3,5 þá kannski veltir spjalli fyrir sér hver er driver of the day. Já, við að gera það. Þetta er búið að vera rosalegt að fylgjast með þessu. Hann Óli er alveg bara on fire núna. Hann bara núna seinustu ringjum er bara algjörlega búin að vera að gefa í. Spurning hvort að einhver chattari geti hendi í poll yfir driver of the day. Það er náttúrulega bara þeir sem eru með admin aðgang að GTS Iceland rásinni sem geta gert það. Það er oft einhver verið að horfa og orðið í bónum minni. Það er rétt. Ólafur fer svolítið út í grasið þarna. Þetta var vítt hjá honum. Eitt af
2 á hérna grasi og 2 á malbyggi. En vákaðar orðið þungt yfir, sko. Þetta lítur út eins og sé að fara að koma rigning, sko. Ég get svarið. Já. Það er samt bara í rauninni 3 hringir eftir, þannig að... Það getur margt gert á 3 hringjum þegar byrjar að rigna, skal ég segja þér. Já. Það hefur ekki live mér finnst að áhorfandinn ætti að geta svissað að toggulað á milli hérna. Já, ég er veðurradarinn og það. Já, þannig að við getum séð radarinn live. Það væri þægilegt. Já, ég held að það þurfi að vera að fylgjast vel með þessari baráttu hérna. Þetta er rosalega baráttu. Ég er eiginlega sammála að binda skram hérna í spjallinu að hann segir driver of the day er annarkvort Alex eða Óli, það fyrir eftir hver vinnur. Já. Sko það er augljóst að hérna Óli er það sem er búinn að vera að gefa í út af því að sko það er jafn langt bil ennþá á milli Jökuls og hérna Alex Topp og búið að vera bara síðan pitstop. Já, það er Óli sem er búinn að vinna upp sekúnduna, hitti búið að standa í stað. Það snýr maðurinn á brautinni akkurat núna. Það er pressa á stráknum. Já, það er sko komin alvöru pressa á Alex núna sko. Heldur betur. Við erum að detta inn í næst síðasta hringinn og það er hálf sekúnda á milli fyrsta og annarsætis. Já, Óli virðist að fá flest atkvæði fyrir drive of the day hérna í spjallinu eins og staðan er. 7. og 7. sæti segir Hilmar, er eitthvað að gerast þar? Já, Alex Geirs og Jón Þór. Ég skal fylgjast með því vestur á toppnum. Það er í rauninni 7., 7. og 8. sæti, þar eru þeir 3 saman. En baráttan til að fylgjast með er klárlega 1. sæti. Já, toppbaráttan tekur alltaf vinninginn. Þú getur þá bara, ef ég læti vita, þá getur þið hent bara í replay marker eða þarðast á þessa baráttu hérna í 6, 7, 8 sko. Já, segðu mér ef ég þarf að setja replay og svo á hvaða mann ég þarf að fara á þegar við sýna það. Við getum nefnilega sýnt replay eftir að koma í mark. Já. Þannig að við erum með 1 marker fyrir það sem við sjáum ekki. Spurningum að nýta hann vel eða það er hægt. Ég fylgist alveg vel með þarna, þú heldur áfram að fylgjast með á toppnum og segja hvort eitthvað segja gerast. Heldur að öll Toppsson fjölskyldan sé ekki límd í skjáin núna? Algjörlega. Ég er rétt ímyndað við það, sé spenna í gamla á strákanum. Já, ég held að það sé bara límdir við skjáin hans Alex. Já, algjörlega sko. Jæja, dömur og herrar, síðasti hringur, Alex er í 1. sæti, Ólafur Ingi fast á hælum hans. Það er þessi hringur sem hann hefur til að taka fram úr, en Alex er ekkert að fara að gefa það er alveg á hreinu, hann berst hart til síðasta metra á brautinni. Sjáum maður, þetta er alveg rosalega pressa, hann er alveg límdur í slottið á honum. En þrátt fyrir ungan aldur þá er hann ekki að gera mikið af mistökum. Þrátt fyrir pressu og ungan aldur, þetta er svona vil ég hafa þetta. Já, það er bara eiginlega pínlegt. Vá. Það er eiginlega bara pínlegt að vera að fylgjast með hérna 7. og 7. sæti, sko. Tekur varnarlínu. Það eru nokkra beygir eftir. Þvílík bara á þetta. Settu replay marker núna. Já, búin að. Jæja, dömur og herrar, 2 beygir eftir. Nú skiptir máli að ná góðu exiti, engin mistök. Vá, hvað þetta er álagt. Þeir eru svo jafnir. Jón Þór fór upp í 7. sæti, náði fram úr Alex Geirs.
En Alex Geir sem betra exit og ekkert að gefa eftir akkurat núna. Og það Alex Tops sem sigrar, Óli annar. Hérna sjáum við bara þannig Alex Geirs, Jón Þór, Jó Egils. Vá! Vá, það líkur hendur á keppni maður. What the... Glæsileg byrjun á nýju tímabili 2026 og Jón Egils smá út til brautin aftur inn á, engin skaði. Vá maður, Alex kominn upp að hliðina á honum en náði ekki fram úr. Vá, þetta var rosalegt. Herri, við ætlum að horfa á replayið af því sem við mistum af. Skoðum þetta. Hérna eru þeir allir saman, Alex Geirs, Jón Þór og Jó Egils koma inn í hröðu beygjunar. Þetta er eins og að keyra hálfhring hérna. Jón Þór með innri línu, Alex fyrir mjög vítt hana. Jón Þór að utanverðu og fer vítt aftur. Síðan þarf að koma núna inn í kröppubeyguna. Þetta er rosalega barða hérna. Jón Þór innan á. Þetta er glæsilegt að horfa á, virkilega flott gert hjá honum. Virkilega flott gert hjá honum. Gríðarleg pressa og lét svo vaða. Svona viljum við hafa það. Já, og svo Dimmi og Jóhann Ingi fóru báðir gegnum mark í bensínlyst. Og nánast Ólafur líka sko. Og Jökull. Þetta er bara heilan hring þessi barátta sko. Já. Við erum að verða búin að taka alla hringinn eftir hérna nánast. Vel gert. Já, krakkar mínir, þetta var bara glæsilegt og virkilega skemmtileg keppni sem við vorum að horfa á. Virkilega skemmtileg. Vá, hvað ég var samt nálagt í að vera með spanna. Ég sagði Alex Jökull Óli eða ekki. Mátti ekki miklu muna. Mátti ekki miklu muna, það er rétt. Herðu, þetta var rosalegt. Við skulum hérna snöggvast fá hérna Sigurðarinn í spjallið okkar ef við náum á honum. Já. Hann er hérna Juicy Balloon. Eða ekki? Held ég. Það held ég. Jú, Juicy Balloon, það er Alex Topsson. Og sér sá við stöðuna, það er Alex sem sigrar, Óli annar, Jökull þriðji, Andri fjórði, Ási fimmti, Jón Þór sjötti, Alex Geirs sjöundi, Jó Egils áttundi, Gunnar Ágúst níundi, Óliver tíundi, Jóhann Ingi 11, Dimmi 12 og Ívar Eiðsson 13. En Alex, velkomin í spjallið og til hamingju með fyrsta sigurinn á nýju tímabili. Já, takk hérlega fyrir. Já, til hamingju og þetta var alveg rosalega barátta undir lokin maður. Já, þetta Þvílíkur varnarleikur. Ég held ég var að koma með þetta þannig þegar ég náði undercut á hann, það voru 5 sekúndur sko en hann náði mér annað sko, næstu því. Og voru menn farin að svitna svolítið á síðasta ringnum? Já, ekki jafn mikið á vanalega sko. Þetta var svona smá hjartsláttur en annars var ég bara pollrólir við alla keppnina sko. Já, þetta var flott keppni hjá þér sko. Þetta var bara mjög vel ekið og bara til hamingju með sigur. Takk hérlega maður. Flottur, steady akstur og engin sjáaleg mistök. Hvernig ertu að fíla brautina? Mér finnst þessi braut bara fín sko. Já. Hún er bara, hún er ekki leiðileg en ég eitthvað ekki skemmtileg sko en hún er allan að það er skemmtilegt að keppa á henni sko, á þessum bílum sérstaklega sko. Af öllum brautunum þá er þetta eina af þeim. Já. Allavega, þetta er geggjur byrjun og hérna og bara flott framhalda frá síðasta tímabili. Kom inn í fyrstu keppnina og vera eins þær í hörku baráttu með Óla og Jökull fyrir aftan sig. Þetta er náttúrulega topp ökumenn og virkilega flott að sjá því tækla þetta svona prófa á brautinu. Þetta er ekki að kikna undan pressu virðist vera. Nei, maður er alltaf með mér í lobby sko, maður veit svona sirka hvað er að gera og maður venst þessu sko, smá.
Nákvæmlega. Var hérna Hondan eini bílinn sem kom til greina fyrir þig? Varstu að skoða eitthvað fleira líka? Þú veist, þetta var eiginlega bara hann eða Ferrarin vegna þess að ég sko prófaði fyrst Citroen en mér varst hann bara ekki góður sko. Síðan var ég að eyða dekkjunum alltaf mikið af Ferrarinu sko. Ég bara, medium dekkjum voru sprungin þessi bara á 5. hring, skilurðu. Og bara 10% eftir hann, en ég tók þennan bara og keyrði hann bara. Búinn að keyra hann bara svona viku fyrir keppni. Bara þessi bíl. Já, ég tók einmitt eftir í byrjun voru svolítið margir að æfa á Ferrari og spá í honum en svo virðast flestir hafa valið Honduna í staðinn. Herru, þetta var bara flott byrjun á nýju tímabili og gaman að sjá þig á toppnum. Þetta byrja bara eins og í draumi og nú eru 2 vikur í næstu keppni sem verður í Brasilíu á einni af mínum uppáhaldsbrautum, Interlagos. Hefurðu keyrt hann eitthvað? Já, ég hef keyrt hana mikið sko. Ég búinn að læra af Jökul og þeim, seifa replay og skoða hvað ég gera. Nákvæmlega, ánægði með þig. Herru, við skulum kalla þetta gott í kvöld, ekki nema að Danni vilji bæta einhverju við, en... Já, bara það sem ég langar að tala er að það stórmeistaratitillinn, það með þessu sigri þá ertu núna einu stigi fyrir aftan Ólaf. Þú ert með 160 stig, Ólaf með 161, Jökull ennþá trónir á toppnum með 177 stig, þannig að það er allt að gerast á þessum toppi í þessum stórmeistaratitli. Þetta verður sko slagur sem verður vert að fylgjast með á þessu tímabili, sko. Hver tekur endanlega stórmeistaratitil? Algjörlega. Við býðum bara spennt eftir áframhaldinu og áðurinn ég kalla þetta gott og kveð ykkur og langar mig bara að bæta við að Lavasjó styrkir okkur einni. Ég glemdi að nefna það fyrir við vorum að tala um sponsa áðan en annars allir upptaldir og mér langar bara að þakka þér fyrir kvöldið Danni, áhorfendum fyrir áhorfið og til hamingju með sigurinn Alex og sjáumst aftur í Interlagos eftir 2 vikur. Já, verið sæl. Bye bye.